Í síðara Pétursbréfi, 3. kafla, 18. vers segir: Vaxið í náð og þekkingu Drottins vors og frelsara Jesú Krists. Guð krefst þess að hver maður ávaxti allar gjafir náðarinnar sem himinin hefur látið í té og verði æ duglegri í starfi Guðs. Það hefur að öllu leyti verið séð fyrir því að guðhræðsla, hreinleiki og kærleiki hins kristna aukist sífellt, að talentur hans tvöfaldist og hæfileiki hans aukist í þjónustu hins guðlega meistara. Þó að sé hafi verið fyrir þessu, láta margir sem játa trú á Jesú þetta ekki í ljós með vexti sem vitnar hinn helgandi mátt sannleikans í lífi og lunderni. Þegar við fyrst meðtökum Jesúm í hjörtum okkar erum við hvítvoðungar í trúnni. En við eigum ekki að halda áfram að vera hvítvoðungar í reynslu. Við eigum að vaxa í náð og þekkingu Drottins vors og frelsara Jesú Krists. Við eigum að ná fullu vaxtartakmarki karla og kvenna í honum. Við eigum að taka framförum, að eignast nýja og auðuga reynslu fyrir trú, að vaxa í trúnaði og trausti og kærleika, að þekkja Guð og Jesú Krist sem hann sendi. Verk ummyndunarinnar frá saurgun til heilaleika staðnar ekki. Guð vinnur að helgun mannsins dag eftir dag og maðurinn á að samstarfa með honum og leggja sig fram af þolgæði til að rækta réttar venjur. Hann á að bæta náðið náð og hann vinnur samkvæmt þessari áætlun að bæta við, mun Guð margfalda. Frelsari okkar ávallt reiðubúinn að heyra og svara bæn sár iðrandi hjarta og friður og náð margfaldast handa hans trúuðu. Með gleði veitir hann þeim þær blessanir sem þeir þurfa í baráttu þeirra gegn hinu illa sem umkringir þá. Dýrleg vonin fyrir hinum trúaða hann heldur áfram fyrir trú að hæðum kristilegra fullkomnunar. Tvennt nauðsynlegt til að vöxtur eigi sér stað, annars vegar fæða og hins vegar hreyfing, og sama á við okkar kristilega eðli. Það mun ekki vaxa með öðrum hætti. Hinn sanna leið til að vaxa í Kristi að hafa stöðugt samfélag við hann. Það frá honum sem allt kemur. Hann uppspretta lífsins, hann gefur lífið, hann nærir lífið, hann gefur vöxtinn. En við eigum ekki að búast við vexti án þáttöku okkar. Viðleitni okkar best þegar henni beint að því að halda okkur í samfélagi við Drottin okkar. Hjarta sér sameinaðir honum mun vissulega taka framförum og ná að tileinka sér allt sem satt, allt sem göfugt, rétt og hreint, allt sem elskuvert og gott afspurnar, hvað sem dygð og hvað sem lofsvert. Haltu sjálfum þér í góðu sambandi við Krist og Kristur mun framkalla vöxtinn. Það kemur ekki að sjálfum sér að halda upp í sambandi við hann, en án þess verður engin snerting og án snertingar verður engin vöxtur. Þú getur ekki búist til því að planta sem slitin úr moldinni og útilókuð frá sólskinni vaxi. Á sama hátt getur ekki búist við framförum eða vexti í náð án samfélags við Jesúm Krist. En með ræturnar í jarðvegi hans og með sólargeisla hans á vanga, vökuð af eilífri dögg frá himninum, munum við vaxa eins og liljur og stinga djúpum rótum. Leyndamál raunverulegar kristinnar framfarar einfaldlega að halda sig nálægt Drottni okkar og meistara. Hann fæða andans, eða eins og segir í Jóhannes 10:10, ég komin til þess að þér hafi líf, líf í fullri gnægð. Sannkristnir menn horfa með eftirvæntingu að nýjum himni og nýrri jörð, til þess tíma við verðum laust undan því sem núverandi ástand okkar háð og syndin sem þeir mengaðir af. Þeir einir sem klæddir réttlæti Krists og helgaðir af heilagum anda munu fá inngöngu inn í þennan heilaga stað. Hann trúr sem hefur lofað. Þeir sem syndirnar fyrirgefnar
og eiga frið við Guð, eignast sannan frið, öryggi og hamingjusamt líf. Í Hebreabréfinu 12:14 segir: Stundið frið við alla menn og helgun, því að án hennar fær enginn drottinn litið. Við getum ekki búist við að finnast á degi drottins með frið í hjarta ef við erum löt og iðjulaus á þessum tíma, þar sem við verðum að ljúka því verki sem okkur er gefið að vinna. Drottinn vor mun skyndilega koma og kalla okkur til sín, og mun hann þá finna okkur aðgerðalaus. Lærðu að nýta þolinmæði drottins á réttan hátt, sem enn frestar komu sinni, svo allir megi frelsast. Vinnið að því að þekkja Krist betur og betur, að þekkja hann til að líkjast honum betur og elska hann betur. Þetta er þekking Krists sem Páll postuli vildi öðlast. Og þeir sem smakka þessi áhrif þekkingar á drottni og frelsari Jesú Kristi munu þakka og lofa hann og tilenga honum alla dýrðina, í fullri vissu að gera hið sama hér eftir að eilífu.